ætla að bjóða Orra Vésteinsson velkominn að flytja hérna fyrsta fyrirlesturinn, en hann ætlar að fjalla nýjustu rannsóknir sínar á Hofstöðum í Mývatnssveit og svona, já, sem fóru fram fyrir cirka 4 mánuðum, það ekki? Já. Og ætla svona kannski, já, líka að setja þessar niðurstöður í svona stærra samhengi og fjalla þá hvað að gerast á Íslandi svona við landnám eða fyrstu áratugi byggðar. Gjörðu svo vel, Orri. Takk fyrir. Eins og margir hér inni örugglega vita, þá fann Árni Einarsson, líffræðingur á Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn, nýtt bæjarstæði á Hofstöðum fyrir 2 árum, 2016. Og þá haustið fór ég og gróf 2 litla skurði bara svona til þess að staðfesta að þetta væru virkilega mannvirkjaleifar og þær væru af því tagi sem okkur sýndist, þar sem þetta væru mikla leifar frá víkingaöld. Og ég sagði frá því þeim niðurstöðum hér í þessari sömu fyrirlestrarröð í fyrra. En svo fengum við dálítinn styrk úr Fornminjasjóði og fórum nokkur saman núna í haust til þess að grafa fleiri skurði og gera könnun með kjarnabor til þess að átta okkur aðeins betur á þessum stað, en það hefur ekki ennþá farið fram uppgröftur sem heiti geti á þessum stað, en við getum samt sem hafa sagt eitt og annað mann, en meira á eftir að koma í ljós. En ég byrjaði nú á því að setja þessa mynd hérna sem sýnir Hofsstaði frá úr norðri og bæjarstæðið sem að tala hérna í forgrunni og þið sjáið hérna manneskjur á nokkrum stöðum og þetta þarna er þessi bær og það er samhengið á þessu bæjarstæði við hin bæjarstæðin á Hofstöðum sem ég ætla að gera að umtalsefni hér í dag og þessi mynd svona gefur einhverja hugmyndum þessar aðstæður. Hér er þetta nýja bæjarstæði, hérna er íbúðarhúsið sem er byggt upp úr 1970. Þetta er skurðurinn þar sem kirkjugarðurinn og þetta er bæjarhóllinn hérna, þessi breiða og veisluskálinn síðan er hérna í hvarfi eiginlega bak við þennan hjalla. Það sem ég kannski aðeins að benda á er þessi tún sem hafa verið sléttuð á 20. öldar sem ná svona heima að þessum stað og þetta er svona hækkun hérna upp og sérstaklega ekki verið að þessari mynd en síðan strax norðan við þennan túnenda að þá verður landið strax miklu brattara og hrjóstrugara. Þetta er á kafi í kjarri og það er ástæðan fyrir því að enginn hafði veitt þessum rústum eftirtekt fyrir en Árni kom auga á þær. Og það er atriði í þessu máli, að segja að það er virðist manni ansi mikill munur á landkostunum þarna í kringum þetta nýfunda bæjarstæði og síðan þarna í kringum hinn og þar á milli. Þannig að það sem ég ætla að gera hérna í dag er að segja ykkur í stuttu máli frá svona helstu niðurstöðunum af þessum vettvangsrannsóknum okkar í haust. Reyna síðan að útskýra hvað ég á við með þessari spurningu, hvaða ástæður höfum við til þess að velta þessu fyrir okkur og síðan þá í endan að svona aðeins óábyrgara að fjalla þá hugmynd á almennum nótum. Þannig að við byrjum á staðreyndum og svo færum við okkur út í vitleysu eftir því sem líður á. Hér er uppdráttur sem sýnir ýmislegt og það er kannski fyrst að byrja að útskýra það að þegar við komum fyrst á þennan stað þá fannst okkur einhvern veginn það vera aðaleinkenni hans að hann væri þarna í horninu á þessum mikla túngarði sem ég átti að sýna ykkur síðan þá betri mynd af næst sem umlykur allt Hofsstaðatúnið og við kölluðum þetta Hofsstaðagarðshorn af því, en þegar við byrjum síðan að grafa þarna í haust þá var eitt af því fyrsta sem við komumst að var að garðurinn er yngri heldur en þetta bæjarstæði.
Þannig að menn voru búnir að koma sér þarna fyrir og sennilega voru farnir af þessum stað þegar síðan garðurinn er hlaðinn. Þannig að Hofsstaðagarðshorn ekki gott nafn á þessum stað. Það ekkert mikið af örnefnum sem hægt að nota, en svæðin í heild sinni þarna norðan við túnið og norður eftir dalnum kallað brekkur. Þannig að við vekjum til að þetta verður bara kallað í brekkum. Ef við værum í Færeyjum þá myndum við kalla þetta út í brekkum. En það allavega ásett á einhverja stoð þarna í menningarsögu svæðisins, getum við sagt, þetta nafn. Þarna eru skáli sem svona mest áberandi byggingin og sést í raun og veru ágætlega á yfirborðið þegar maður áttar sig á því að hún þarna. Og þetta býsna stór bygging, 26 metra löng og það eitt í sjálfu sér býsna áhugavert að bara hvað þetta stórt hús og töluvert stærra heldur en margir byggingaldarskálar sem við höfum grafið upp á Íslandi, þá þetta töluvert minni heldur en veisluskálinn á Hofsstöðum. Þetta hús byggt fyrir 940. Það liggur gjóskulag frá því 940 upp að veggnum hérna að austanverðu sem sýnir okkur það að torfvegurinn eldri. Við fundum ekki ummerki það gjóskulag síðan inni í byggingunni, þar sem líka var grafinn skurður. Og það ekki ótvírætt en það gæti bent til þess að húsið hafi staðið undir þaki þegar þetta eldgos verður. Og það þunnt kolagólf í þessu húsi og síðan öskuhaugur hérna niður, þetta býsna brekka hérna niður eftir og hér öskuhaugur á býsna stóru svæði og við grófum aðeins í hann og í honum svona þokkaleg varðveisla, getum við sagt, á dýrabeinum, þannig að það veit á gott fyrir frekari rannsóknir á þessum stað. Síðan eru 3 aðrar byggingar að minnsta kosti og við grófum í þær allar og þær eru misstórar. Þessi einna stærst hérna, býsna stóru bygginga, minnst 2 hólf og þessi hérna pínu lítill, en þær eiga það allar sammerkt að vera með mjög ræfilsleg gólflög, eiginlega bara ekki neitt sem að tala, bara maður rétt sér svona smávegis skán á moldinni, engin kol, ekkert tað. Þannig að við getum ekki sagt að þetta séu skepnuhús og við getum heldur ekki sagt að þetta séu íbúðarhús og þá segjum við alltaf hof. Nei. Þannig að eflaust þurfum við að athuga þetta betur en einhvers konar skemmur, einhver geymsluhús eða eitthvað slíkt kemur frá til greina. En það einkennilegt að þetta skuli vera svona. Við byggumst við því að þetta væri örugglega skemmurhús. En allavega einhverlega. Og það möguleiki að það séu fleiri byggingar, kjarnaborunin leiddi í ljós, torfleifar hérna á 2 stöðum sem við þurfum að skoða síðan betur. Annað sem kom í ljós, sem kom nú kannski einna mest á óvart og nú bara stórtíðindi, mögulegur kumlateigur hérna upp á hjallanum rétt við þennan stað. Þarna sem gryfja sem með grafarlögun, getum við sagt, og járnmólar það hefur verið grafið ofan í hana og við fórum reyndar ekki dýpra en það. Því ef þetta kumlateigur þá viljum við geta grafið hann upp almennilega og ekki bara með því að við bekum eitthvað skurði. Þannig að endanleg staðfesting ekki komin á því en ég var nú alveg til að veðja einhver ríkarsparti upp á það að þetta sé það og þetta eru stórtíðindi að því leyti að það hefur lengi verið grafið á Hofsstöðum og við höfum lengi leitað að kumlateignum eða teigum en þetta þess að fyrsta skipti sem eitthvað slíkt finnst. En af þessari gryfja dæma sem við settum skurðin í þá mjög rækilega búið að skafa upp úr þessu einhvern tímann í miðtíðinni. Þannig að það víst að það verði mikið af dýrgripum sem kom upp
upp úr því ef við ráðumst í frekari rannsókn sem ekki alveg á döðum. Það sáust ummerki á þessu svæði sem afmarkað hérna brotalínunni jarðvegsbætur getum við sagt. Það er einhvers konar túnrækt hefur verið komin þarna á stað á þessum stað meðan menn bjuggu það. En sá blettur æði lítill og þetta eru kannski svona 150 sinnum 70 metrar mestalagi og varla mann myndi ná kílfóðri af svona bletti jafnvel þó að það veri búið að rækta upp tún á honum. Þannig að og það með öðru svona lítur ekkert mjög vel út fyrir þennan stað, þar að segja þetta ekki búsældarlegur staður og alls ekki í samhengi við hina og þar að leiðandi kannski kemur það síðan ekkert þá óvart að öll ummerkin sem við höfum fundið hingað til benda til þess að menn hafi búið þarna mjög skamma hríð. Mögulega erum við bara að tala nokkur ár en þó nógu mörg til þess að menn hafa minnst komið sér upp þessum byggingum sem þarna eru og mörguleyti gerir þessi niðurstaða þetta ennþá meira spennandi að rannsaka þennan stað því að ef menn hafa ekki verið mjög lengi á staðnum þá eru heldur ekki búnir að moka í burtu ummerkjunum hina fyrstu viðveru. Það minnst ekki jafn miklu mæli eins og annars staðar á bæjarstæðum þar sem það hafa búið kynslóður og öðrum saman. En það er líka áhugaverður punktur í málinu að þetta er augljóslega mjög skammæg byggð sem þarna er. Nú, ef við síðan skoðum þetta í samhengi við aðrar minjar þarna á Hofsstöðum, þetta er þessi mikli garður sem ég nefndi, túngarður, svo kallaður, en hann afmarkar í raun og veru miklu stærra svæði heldur nokkuð tíman túnið á Hofsstöðum og hér er sem sagt, hérna hefur sýndu kirkjugarðurinn sem Hildur Gestsdóttir hefur grafið upp og bæjarhóllinn til hliðar við hann og þar hafa stóðu byggingar fram á 8. áratug síðustu aldar og ekki annað vitað en að bærinn hafi raun og veru alltaf staðið þar og ýmsar vísbendingar það komu í ljós þegar kirkjugarðurinn var grafinn upp að sú byggð nái sannarlega aftur fyrir 1300 og líklega raunar alveg aftur til upphafsbyggðar á Hofsstöðum. Þannig að þegar var verið að grafa vesturskálann þá var ein pælingi sú að það væri kannski elsta byggðin á Hofsstöðum og síðan hefði menn fært sig þarna yfir á bæjarhólinn en í sjálfum sér höfum við ekkert fast í hendi þetta en það er alveg eins líklegt og eiginlega frekar vísbendingar það að á tímabili sem það hafi verið búið á báðum þessum stöðum og bæjarhóllinn sé hugsanlega elsta byggðin en það þyrfti mjög umfangsmiklar rannsóknir til þess að skera úr það því að þarna eru þetta leifar af 1000 ára byggð á Hofsstöðum á þessum hól sem þyrfti að grafa sig þá í gegnum til þess að komast niður á elstu byggðina og eflaust er hún brotakend bara af því að menn eru búin að búa á þessum stað og grafa sér hólur og gera ýmislegt rask í aldana rás. Þannig að bæjarhóllinn er örugglega eitt bæjarstæðið þarna örugglega á seinni öldum og væntanlega á 10. öld. Síðan er það veisluskálinn sem hefur verið grafinn upp og Gavin Lucas hefur skrifað heila bókum og er einstakt mannvirki á Íslandi og mörgum spurningum raun og veru ósvarað bæði hlutverk og svona virkni, hvernig þessi sú starfsemi sem þarna fór fram gæti staðið undir sér, hvaðan kom maturinn sem þarna var neytt og spurningar af því tagi. Þannig að það er þá bæjarstæði nr. 2 og þarna var búið kannski ekki endilega í skálanum sjálfum en alveg örugglega í litlu húsunum í kringum hann á seinni hluta 10. aldar og fram undir miðja 11. öld. Þannig að allavega á því tímabili
getum við haldið því fram með nokkuð góðum rökum að það séu þessi 2 bæjarstæði þarna. Og síðan þá þessi nýji staður, nýfundni staður í Brekkum, þar sem hefur allan verið búið í kringum 940. Og þarna eru þá ýmsir möguleikar í varðandi tímaröðina í þessu öllu saman. Það í sjálfu sér ef maður horfir bara á tímasetningarnar, þá er þetta eru elstu tímasettu leifarnar á Hofstöðum. Þá getur maður sagt svo að kannski þetta bara elsta bæjarstæðið og hinn séu bara yngri, menn hafi bara verið eitthvað utan við sig þegar þeir settust niður þarna og valið sér þennan vonda stað og svo áttar sig betur á eftir nokkur ára því að það væru bara þarna nokkur 100 metrum sunnar væru betri staðir og flutt sér þangað, það er alveg fræðilega möguleiki. En allavega hitt síðan líka mögulegt og finnst mér líklegra að þessi 2 eða jafnvel 3 af þessum bæjarstæðum hafi öll verið í notkun á sama tíma þarna miðja 10. öld. Svo til viðbótar, og eiginlega út frá því að þessi staður eins og ég sýndi ykkur á myndinni hérna áðan svona þarna norðan við túnendan og hérna á milli, þessi brotalína hérna sýnir túnið eins og það var í byrjun 20. aldar en síðan hafa verið sléttuð tún hérna alveg norður undir þetta bæjarstæði og á því svæði stóðu ýmsar byggingar sem voru fjárhús fram á 20. öld. Þessi túnhluti heitir Gerði og það bendir til þess að það hefur verið einhver slík bygging þar á einhverju stigi málsins og einum stað þarna sem merktur hefur komið upp aska þegar húsin voru sléttuð. Það er hérna og Gerðið síðan svæðið þarna á milli og þar stóðu hús sem við vitum ekkert annað en hafi verið fjárhús og hlöður fram á 20. öld. En byggingarleifar eru hér og þar í þessu túni, bæði gamla túninu og þessu þarna með litlum kössum og þannig að út frá því að bæjarstæðið þarna í Brekkum er á stað sem manni finnst ólíklegt að mann hefði valið sér eða hefði haft úr einhverju öðru að velja að þá má alveg stinga upp á því sem tilgátu að það hljóti að hafa verið á þessu miklu skárra landi sem einmitt var sléttað undir tún að því að það var skárra gætu hafa verið fleiri bæjarstæði. Að minnsta kosti þurfum við að leita af okkur grunn þetta og það er markmið framhaldsrannsókna sem þarna að fara fram síðan í sumar er að skoða þetta og bora þá eftir þessum túnumöllum og nota aðferðir sem við getum gert til að varpa ljósi á þetta og grafa þá í þá staði, gera könnunarskurði þar sem við finnum einhverjar vísbendingar. En þannig að auðvitað er þetta allt saman á tilgátu plani, getum við sagt. Við getum ekki staðhæft að einu sinni þessi 3 bæjarstæði sem við vitum hafi verið í notkun á sama tíma. En það er líklegt og mögulega hafa þess verið fleiri á einhverjum tíma með 100-200 metra millibili. Það í sjálfu sér er ekki óþekkt á Íslandi. Það er að segja að það séu mörg bæjarstæði í sama túni og maður þarf ekkert lengi að skoða herfóningaráðskortin til þess að finna slíka staði. Hérna er til dæmis Reyniskverfi í Mýrdal, Kræklingahlíð mætti taka sem dæmi. Þar standa bæirnir mjög þétt á íslenskan mælikvarða og margir eru samtímis og með þess að til bæ sem heitir Samtún og þar voru með 3 lögbýli og svo höfum við dæmi til Kaldaðanes sem ekki hægt að kalla neitt annað en þorp þar sem er
þó að í svona íslensku skilgreiningunni á þessum stöðum þá fyrst og fremst litað þetta sem höfuðból og síðan einhverjar ómerkilegar hjáleigur sem menn hafa ekki haft svo mikinn áhuga á því að þeir hafa ekki haft sitt eigið fasteignamat og dýrleika en frá fornleifafræðilegu sjónarmiði að minnsta kosti þá myndi maður frekar skilgreina svona stað sem þorp. Það geta verið frá upp undir 10 bæjarstæði á þessum stöðum. Þarna í byrjun 18. aldar Kaldaðanesi bjuggu eitthvað 70 manns þannig að þessi byggðarskipan er svo sem til en hún fyrsta lagi miklu algengar á Suðurlandi heldur en Norðurlandi. Hún miklu algengar við sjávarsíðuna heldur en inn til sveita eins og í Mývatnssveit og þannig að þetta eitt og sér myndi maður ekki geta notað sem einhvers konar rök fyrir því að þetta hefði verið á Hofstöðum bara þetta að hugmyndinni til fyrirbærið er til í okkar menningu. Nú hitt líka til og það hefur við verið að komast að á síðastliðnum áratugum að í mörgum af þessum víkingaldar bæjarstæðum sem við höfum verið að grafa upp fjölbýli. Og fyrsti staðurinn sem var grafinn upp af þessu tagi Hvítárholt, sem Þór Magnússon gróf á 7. áratugnum. Þarna eru 3 stórir skálar og nokkur jarðhús. Herjólfsdalur, Vestmannaeyjum, sem Margrét Hermanns Auðadóttir gróf upp, þar eru greinilega 2 íbúðarhús. Til að byrja höfðu menn tilhneigingu til þess að því að menn voru svo sannfærðir það að það gæti ekki verið neitt annað á íslensku bæjarstæði heldur en bara einn bær í einu og það er svona hlyti hin bæjarstæðin númer 2 og 3 byrju vera þá yngri en í sjálfu sér fannst ekkert á þessum stöðum sem sannar það að það hafi verið þannig og heldur svo sem ekki að þau séu samtíða. En að minnstakosti er augljóst á báðum stöðunum að skálarnir liggja ekki yfir hver öðrum og þeir taka tillit til hver til annars. Á báðum þessum stöðum þetta líka byggðin varar hún ekkert mjög lengi þó hún hefur varað lengur heldur en í Brekkum. Og nýjasta dæmið þetta og kannski í raun og veru það sem hjálpar okkur ennþá meira við að opna augun fyrir þessum möguleikum fundur nýs bæjarstæðis í Lækjargötu í Reykjavík. Og Reykjavík hefur mörguleiti frábært dæmi þetta sem ég var að tala um rétt í þessu. Það er marga skála á sama stað. Hérna í Aðalstræti og Suðurgötu og Tjarnargötu hafa verið grafin upp að minnstakosti 3 skálar. Sá fjórði hefur alveg örugglega verið hérna við Tjarnargötuna og væntanlega örugglega sá elsti og þetta bara á þeim stöðum þar sem hefur verið grafið. Þannig að það væri alveg fáránleg tilviljun ef það væri þá ekki líka byggingar hérna á bílunum þar sem hefur ekki verið grafið. Þannig að í Reykjavík erum við örugglega að tala um töluvert fleiri heldur en 4 skála mögulega samtíma, það er erfitt að sýna fram á það. Og í Lækjargötu eru ummerkin það mikil, það er ekki hús sem er í notkun bara í nokkur ár, það eru töluverðar umbyggingar á því menn að verið þarna einhverjar kynslóðir, þannig að það er óhugsandi annað en að það sé líka samtíma hinum bæjarstæðum. Þessar niðurstöður er að breyta ansi miklu það hvernig við lítum á þessi elstu bæjarstæði og hvað við teljum vera venjulegt og óvenjulegt í þessu samhengi. Og það hefur áhrif bara á ansi margt í því hvernig við hugsum hlutina. En ef við snúum aftur að Hofstöðum, að þá eru svona nokkra túlkunarleiðir, getum við sagt, sem við getum byrjað á að velta fyrir okkur. Og fornleifafræðingar hafa tilhneigingu til þess að þegar þeir grafa eitthvað upp að segja annarkvort að það sé alveg einstakt sem þeir hafa fundið eða að það sé alveg dæmigert sem þeir hafa fundið. Og hvort tveggja síðan hvori leiðin sem er valin getur síðan leitt til áhugaverðara niðurstaða. Ef maður velur sér að halda því fram að það sem maður hefur grafið upp sé algjörlega einstakt að þá svona
getur maður að segja þá svona færi það út ramman sem eru utan það er hugmyndir sem maður hefur viðkomandi samfélagi eða viðkomandi tíma. Ef maður segir að það sé algjörlega dæmigert, þá er maður að segja, já, hérna getum við séð bara kjarnan í þessu máli. Nú, að því að veisluskálinn á Hofstöðum einstakt mannvirki og við höfum ekkert sambærilegt dæmi neinstaðar annars staðar á Íslandi og reyndar þó víða vel litað, að þá þetta freistandi að segja sem svo að já, þá ekkert skrítið þó að einhverju aðri skrítnir hlutir og óvenjulegir komi í ljós á slíkum stað og að þetta bæjarstæði þannig í Brekkum hljóti að standa einhvern veginn í einhverju samhengi við það sem var að gerast í þessum veisluskála eða þær forsendur sem voru fyrir honum. Það er alveg möguleiki og við skulum ekki gleyma honum. Annar möguleikin sem náttúrulega langleiðinlegastur bara einfaldlega að segja að það bara alls konar í gangi og eftir því sem við rannsökum meira þá finnum við fleiri tilbrigði og stundum erfitt að sjá skóginn fyrir trjánum í því öllu og við getum ekkert endilega ætlast til þess að það sem við höfum verið svo heppin að grafa upp og finna frá þessum gömlum tíma sé annarkort einstakt eða dæmigert. Kannski það bara eitthvað svona kannski það eitthvað afbrigði af mjög mörgum. Þannig að það auðvitað möguleiki og samt að segja frekar líklegt að mynd okkar af því sem var að gerast á Íslandi og fyrri hluta 10. aldar sé svo frumstæð og ófullkomin að við getum í raun og veru ekkert sett hlutina í neitt samhengi. Þetta náttúrulega ekkert skemmtilegt að halda þessu fram. Og kemur mann ekkert áfram en sko raunveruleikin náttúrulega oft svona og þannig að það er líka vert að hafa í það í huga. Það er þessi þriðji möguleiki sem ég ætla að velta aðeins fyrir mér hérna og það er þá svo tilgáta að fjölbýli hafi ekki bara verið algengt, heldur jafnvel sett meginregla á landnámsöld. Það er að segja að þegar fólk byrjar að koma sér fyrir hérna í þessu landi, hugsanlega eftir eitthvað svona landkönnunar skeið, að þá neyjist menn bara til þess, frekar af ýmsum ástæðum, menningarlegum, hugmyndafræðilegum, praktískum, til þess að búa þéttar heldur en þeir gerðu seinna. Það er að segja að menn hafi valið sér, það hafi verið meginreglan, að búa í þorpum eða samfélögum þar sem voru fleiri en 2 eða 3 heimili og hitt skipulagið sem við þekkjum síðan frá seinni öldum þar sem flest íslensk bæjarstæði eru vel aðgreind frá því næsta, oftast með svona það byrjir kílómetra kannski á milli, það er svona algeng vegalengd að það sé þá einhver seinni þróun. Og ég hef reyndar velt þessu fyrir mér og reyndar þá sko ekki út frá því að bæjarstæðin hafi hreinlega verið í físískri nánd innan sama túns, heldur hafi verið landnámskjarnar þar sem menn settu sig niður í landinu með svona þar sem bæir standa þétt en það er samt kannski einhverjir nokkur hundruð metrar á milli þeirra. Það er ekki það sem ég er að tala um hér, heldur hitt bara hreinlega að þessi möguleiki að það séu að staðir eins og Reykjavík og hugsanlega Hofsstaðir séu miklu algengar en við héldum. Og þetta getum við þá kallað landnámskjarna líka og ég hugsaði reyndar að hvort tveggja geti átt sér stað og getur farið eftir aðstæðum hvort að menn vilja vera beinlínis ofan hverju öðrum eins og í Herjólfsdal þar sem eru bara 10 metrar á milli eða eins og í Reykjavík þar sem það eru einhverju tugir að minnsta kosti og kannski 100-200 eins og á Hofstöðum sem ég er að búa hérna til. Nú, af hverju myndi menn gera þetta? Nú, það er kannski, þess að dettur fyrst í hug einfaldlega að það er bara heilmikið vesen að koma sér fyrir í nýju landi og það er marga augljósa kosti að vera saman í því að koma upp bústofni, höggva skóg, koma rækt í tún,
alla þessa hluti sem að þarf að gera til þess að landið í raun og veru verði byggilegt til langframa. Það er hægt að færa mjög sterk praktísku rök fyrir því að þetta sé skynsamlegt. En svo vitum við náttúrulega að fólk hegðar sér ekkert alltaf skynsamlega. En hins vegar er mjög auðvelt að benda á líka að á þeim svæðum sem þetta fólk kom frá, hvort sem það var fyrst og fremst í Skandinavíu eða Bretlandseyjum eða Írlandi eða hvaðan sem úr Norður-Evrópu, að þá bjó fólk fyrst og fremst í þorpum. Það er megin byggðamunstrið, eiginlega allstaðar nema bara í Norður-Noregi, að þar sem eru svipað byggðarskipun og við þekkjum á Íslandi frá seinni öldum. Þannig að það er mjög auðvelt að halda því fram að mjög margt af þessu fólki hafi komið úr samfélögum þar sem þetta var normið, þar sem það var normið að búa saman og vinna saman að því að bara lífsbaráttunum. Þannig að þessu er svona auðvitað að halda fram, eða er það að sína fram á það. Annar möguleiki sem getur alveg að passa við hinn líka er að margir af þessum stöðum hafi virkað sem einhvers konar svona móttökustöðvar og fyrir fólk sem er á landnámsöldinni sjálfrið, meðan fólk er ennþá að flytjast til landsins í stórum hópum, þá hefur þurft að þetta hefur, ef maður fyrir að hugsa út í hvernig þetta gengur fyrir sig, þá er kannski ekkert mjög líklegt að einhver fjölskylda eða einhver hópur fólk sem er settur á land einhvers staðar á ströndinni, að hún labbi sér strax upp í Mývatnssveit og fari að hokra strax haustið á einhverju nýju bæjarstæði. Það er ólíklegt að það hafi gerst þannig. Þannig að minnstakosti hafa við þurft að dvelja hjá einhverjum yfir fyrsta vetur, ef ekki lengur. Og þannig að ein möguleg skýring á fjölbýli eða þessum húsakosti sem er á þessum stöðum er að þetta sé einhvers konar móttökustöðvar, það sé að fólk sé að koma og síðan að flytja annað lengra. Og í því samhengi er ein hugdetta sem mætti nota sér til að skýra síðan ákveðna sort af fornleifastöðum sem við þekkjum reyndar víðum land en ekki síst þarna í Mývatnssveit, sem eru þessi staður er nú reyndar þarna í Hofsstaðalandareigninni og er bara 10 km norðan við Brekkur og heitir Geldingatættur. Þetta eru svona gerði mjög gjarnan með stekk eða beitarhúsi frá seinni tímum og ofan á einhverjum eldintóttum, en þau eru svo lítil, það er að segja að þau eru kannski fjórðungur á hektara eða eitthvað svoleiðis, svæði sem er afgirt, að það er óhugsandi að þetta geti verið sko sjálfstæð býli, þetta er ekki kýrfóður, ekki helmingur af kýrfóðuri sem fengist af þessum túnbleðri, en einhverjum ástæður samt fyrir því að menn hafa verið að gera þetta af. Og ef maður gæti hugsað sér að svona byrji staðir, svona byrji bæir með því að því að það tekur til dæmis nokkur ár bæði að koma sér upp bústofni og að koma rækt í tún. Það er ekkert, þetta er svona eitt af þessum málum sem er ekki nógu vel rannsakað hjá okkur, því það er ekkert sjálfgefið, það tekur alveg tíma og við veitum samt sér ekkert mikið hvernig menn gerði það, en fyrir því hefur þurft að hafa og það hefur þurft að hafa fyrir því að ryðja skóg bara einfaldlega til þess að fá nú beitiland. Þannig að einn möguleikin er að meðan menn byrja því að koma sér upp einhvers konar svona útstöð en á meðan þanga til að það fyrir að virka þá fá þeir að búa einhvers staðar þar sem byggð er komin á legg. Þetta eru Geldingatættur, hérna er staður sem heitir Þyrilskot og þarna á þessum stað, þetta er rétt hjá Másvatni og þessum stað höfum við tímasetningu, á þessum stað eru menn byrjar að rækta eitthvað fyrir 940 en svo verður aldrei neitt meira úr neinu þarna og það er ekkert sem bendir til þess að nokkuð tíma verið heilsársbúskapur á þessum stað en ræktun er komin af stað
Og þá dettur mér í huga, því einn af stöðunum sem við verðum að rannsaka í Mývatnssveit Sveigakot, og þar eru menn komnir mjög snemma, örugglega bara 880, og það eru nokkur byggingarstig þarna áður en 940 gjóskan leggst yfir eitt húsið og fjósið, þetta líka, og það ekki fyrir en á seinni hluta 10. aldar sem byggja sér þennan pínlitla skála. Þannig að í 2 eða 3 kynslóðir hafa menn búið þarna, verið með kýr, en búið í þessum litlu jarðhús. Og það má hafa ýmsar skýringar á þessu. Einn möguleikin að þetta sé bara útstöð. Það að segja að fólkið sem hefst þarna við búið raunverulega bara á Grænavatni og hafa ekkert flutt almennilega í Sveigakot fyrir en seinni hluta 10. aldar og byggt sér þá þennan skála. Ég hef lagt til ýmsar aðrar skýringar á þessum stað en ég ætla ekki að fara nánar út í það en þetta hugsa ég að sé það er þessu virði að velta þessu fyrir sér slíkum möguleikum. En þannig að einhverju svona landnámskjarnar, maður getur allan að fært rök fyrir því að það geti verið góðar ástæður fyrir því að menn gerir þetta. En síðan væntanlega þá dreifist úr byggðinni. Menn yfirgefa mörg af þessum bæjarstæðum. Í Reykjavík er alveg klárt að menn bú ekki þarna í Aðalstræti eftir árið 1000 virðist vera og í Suðurgötu hættir skálinn líka á 11. öld og þannig að það eins og það fækki bæjarstæðunum þar. Í því tilfelli má velta því fyrir sig þá hvort að það sé þá bara því að menn þá færa sig upp í Grjóta og Arnarhól og þess Hlíðarhús og þessa staði sem við þekkjum síðan frá seinni öldum, það er möguleiki. Það er líka möguleiki að þeir séu að færa eitthvað ennþá lengra, að þeir séu að fara upp í Mosfellssveit eða inn í Vífilsstaðið einhverjar slíkar jarðir sem byggjast þá seinna samkvæmt þeirri tilgátu. Það höfum við sett ekkert í höndunum og við þurftum helst að rannsaka báðar sortirnar á stöðum, það er að segja þessar gömlu afbýli eða hjáleigur sem eru nálægt en samt ekki í túninu og síðan þessi svona meðalbýli sem eru lengra inn til landsins. En þetta eru atriði sem nú fer ég alveg að klára hérna. Við höfum verið að rannsaka í Mývatnssveit og þetta kort sýnir staðina þar sem við höfum annarkvort beinan fornleifafræðina vitnisburð eða eru bæjarhólar. Þar sem við vitum ekki annað en að byggðin nái aftur á víkingaöld og á mjög mörgum af þessum stöðum er byggð á 10. öld og sumum fram á 11., 12. og 13. En eftir 14. öld að þá er það staðan þessi. Það er að segja að það verður nánast helmingsfækkun, þegar allt er talið saman, á byggðum bólum, bæjarstæði í Mývatnssveit á reynda nokkuð löngum tíma. Margir af þessum stöðum hafa verið byggðir mjög stuttan tíma á 10. öld, aðrir og sennilega meiri hlutin myndi ég halda. En mjög margir eru undir gjóskulagi frá 1104 en svo eru nokkri sem greinilega eru að leggjast í á 12., 13. og jafnvel fyrir hluta 14. aldar. Eftir miðja 14. öld kemst svona bara stöðuleiki á hvað var bæjarstæði. Þannig að maður getur velt fyrir sér hvernig þetta hangir allt saman og þá er rétt að nefna sambærilega rannsókn mörgu leyti sem hefur verið gerð í Langholti í Skagafirði af John Steinberg og Doug Bolender og fleirum. Þar sem þeir hafa borað yfir bara alla sveitina og sýnt fram á reyndar í aðalatriðum að það eru ekkert mikið fleiri öfugt við Mývatnssveit, að þá eru ekkert mikið fleiri bæjarstæði á þessu svæði heldur en bara bæjarhólandi sem hafa verið byggð fram á 20. öld. Það er nokkur en ekki nærri því eins mörg eins og í Mývatnssveit. En að mörgu leyti
sýna þessar niðurstöður að passa betur við það sem ég hef verið að velta upp hérna, að hér eru að minnsta kosti á þremur stöðum eru svona klippingar af bæjarstæðum hérna í kringum Seilu og síðan hérna í kringum Brunnbæ, þar sem tiltölulega stutt á milli bæjarstæðina. Þarna líka reyndar hefur þetta verið túlkað þannig að menn hafi verið að færa bæjarstæðin og það er alveg möguleiki eins og ég hef nefnt, en þarf ekki að vera skýring. En allan sem ég er að draga fram hérna er að það er greinilegur munur á þessum tveimur svæðum sem eru þau bestu rannsökuðu sem við höfum. Hérna sýnum aftur þessa dreifingu eins og var þá við getum svona haldið fram að þessi staðir allir hafi verið byggð þarna á seinni hluta 10. aldar. Og við getum haldið því fram sem við stýr ekki að það sé satt. Og þarna hefur þá mannskapurinn dreift ótrúlega mikið úr sér og síðan þá það sem gerist síðan næstu 200-300 árum er að menn eiginlega svona færa sig aftur á gömlu bæjarstæðin og þegar við síðan manntalið tekið 1703 þá eru þetta 2 og jafnvel 3 býli á mjög mörgum af þessum stöðum og það er eitt af því sem einkennir byggðina til dæmis í Mývatnssveit á 19. öld er fjölbýli á þessu bæjarstæði. En þetta hérna sem þarna held ég að það séu sko landkostirnir sem eru augljóslega ólíkir og miklu betri í Skagafirði heldur en Mývatnssveit og það hefur þau áhrif, held ég kannski fyrst og fremst, að það hefur verið bæði, það hefur verið auðveldara að koma sér fyrir í Skagafirði. Það hefur verið auðveldara að meta, þegar maður kemur inn í nýtt landslag, þá er auðveldara að sjá hverju landkostirnir eru og meta þá rétt. Og í Mývatnssveit lenda menn í vandræði með svona ofmat í raun og veru á getu landsins til þess að bera mjög margar svona dreifðar einingar og eru lengi að vinda ofan af því. Í Skagafirði miklu meiri stöðuleiki og sem helgast af því að það sé einfaldasta skýringin á þessu. Nú, við hafa smá tíma fyrir spurningar, en það sem ég vildi enda með er kannski fyrsta lagi bara að benda á það að sko þorp er þetta fyrst og fremst félagsleg eining. Það má segja að hún sé hagræn og praktísk eining auðvitað líka, en þorp snýst það að fólk býr saman í nánd hvert við annað til þess að hafa stuðning hvert af öðru í hinni daglegu lífsbaráttu, en líka í ýmiss konar félagslegum og pólitískum skilningi. Þannig að þorp snýst sameiginlega nýtingu, til dæmis á úthögum og ýmsu slíku og sameiginlegri til dæmis uppbyggingu, bæði til dæmis á, eins og maður ímynda sér á Íslandi á landnámsöld, bara húsakosti en líka þessi hlutir eins og túnrækt og skógarhögg sem er bara gríðarleg vinna. En þetta snýst líka atriði eins og öryggi og réttindi manns í samfélagi þar sem er ekkert ríkisvald, þar sem er ekkert yfirvald sem tryggir stöðumanns og rétt og þá við hugsum yfirleitt ekki mikið þetta, en þetta hlýtur að hafa verið atriði í málinu sem hefur haft áhrif á það hvernig menn röðuðu sér á landi. Það er að segja að þegar nýtt land er numið þá er þetta ekki þannig að allir þekkist og komi úr sama þorpinu í Noregi, heldur er þetta fólk víða að dregið og það er ekkert miðstjórnarvald, það er engin sem heldur upp í lög og reglur og mörguleyti síðan þá þróunar sagan á 10. og 11. öld snýst svolítið það að menn er að koma upp slíkum strúktúrum, getum við sagt. En áður en það er komið að þá er sennilega besta leiðin til þess að tryggja öryggi sitt eða finna öryggi er að vera partur af einhverju svona samfélagi. Það getur verið hreint praktískt bara, ef við tökum til þess bara marka
öllum ofbeldislýsingunum úr Íslendingasögunum og Landnámabók, þá hefur það bara skipt heilmiklu máli að tilheyra einhverju slíkri einingu. Þannig að ég ætla að leggja til að svona byggðamunstur þorp hafi haft þá þyngra vægi í félagsgerð landnámsaldar heldur en seinna, og afleiðingin þá að þessu að í fyrsta lagi þá náttúrulega kallar það þá á einhverjar frekari röksemdafærslur, og ég held að það megi sjá merki þetta í ýmiss konar eigna- og nýtingartengslum sem við höfum heimildir frá seinni öldum, bara allir í einföldum hlutum eins og það að það mjög algengt að samliggjandi bæir í hverfum eða jafnvel þorpum sem nota þetta hugtak notað á stöður á Íslandi sem eigi til dæmis sameiginlegt upprekstarland. Það bara mjög algengt og ýmiss konar önnur sameiginleg réttindi og nýtingu. Byggðarnöfn stundum benda í þessa átt, það að segja að byggðarlög sem eru samt minni heldur hreppar eða héruð hafa nöfn sem benda til einhvers konar upphaflegar félagslegar einingar og sóknarskipanir síðan, og þetta eitt af því sem ég hef verið að rannsaka töluvert mikið held ég hún varðveitir í mörgum tilfellum upphaflegt eða mjög gamalt skipulag. Síðan til þess að þetta gangi allt saman upp og passi við það sem gerðist seinna, þá þurfum við að skýra hvernig þróunin varð eftir þetta, af því að menn, eins og ég nefndi, menn yfirgáfu þessi bæjarstæði og bara í sumum tilfellum heldum menn eins og Kaldaðanesi og mann hugsanlega haldi bara áfram að búa á öllum bæjarstæðunum bara fram á seinni aldir. Síðari þróun, hún verður í átt að það sem við getum kallað stærri félagsheildir, og það snýst þá þetta með öryggið og réttindi fólks. Það að segja að það verða þá til einhvers konar félagslegar stofnanir eins og hrepparnir, en líka höfðingjar sem þykjast hafa vald eða segjast hafa vald yfir heilum héruðum og hafa síðan stjórnmálasaga sérstaklega 12. og 13. aldar, hún gengur svolítið út á það að slíkir kallar eru að reyna að stækka svæðin sem þeir hafa einhvers konar vald yfir, og það vald þýðir auðvitað líka að hinn hliðin á þeim peningi að þeirra minnskosti þykjast tryggja öryggi fólks. Þannig að við höfum þróun í þessari átt, en líka í hinn áttina að ef maður hugsa til dæmis eignarhaldsskilgreiningar á svona þorpum, að í Suðri Evrópu þá eru þau enda með allir möguleikarnir til í því hvort það eru þorpið ein eignarhaldseining eða skipt niður og þá hvernig, og það getur verið mjög misjafnt. En hér á Íslandi mjög skýrt samkvæmt heimildum sem við höfum frá 12. og 13. öld og síðar að grunneiningin auðvitað lögbýlið og grunnhugmyndin þar auðvitað að það sé fyrst og fremst eitt heimili, allan eitt aðalheimili, en þannig að sú hugmynd, hún passar ekki við þetta sem ég halda hérna fram, þannig að eitt verkefni þá að skýra hvernig sú breyting verður. Þá ætla ég að hætta að fabulera hér og segja takk fyrir mig.